Velkomin í þáttinn í beinni frá Alþingi. Þetta 37. þátturinn eða útsendingin sem ég hef haft síðastlið árið eða svo og þar sem við fjöllum það sem að gerast svona hinu daglega líf okkar og tengist Alþingi á einn eða annan hátt. Í dag hef ég fengið til mín, eins og ég orðaði í auglýsingunni, mikið hreyfiafl í þessum stafræna heimi sem að nú búið að taka mikið stökk fram á við núna í COVID en var komið samt á stað hér áður eða svo kallað stafrænt Ísland þar sem að stjórnvöld ákváðu að spýta í þessum stafræna heimi og til þess að fjalla það og hvað að gerast á næstu skref í því hef ég fengið til mín þau Andra Heiðar Kristinsson sem forstöðumaður Stafræns Íslands og Þórhildur Eddu Gunnarsdóttir sem eigandi Parallel sem hugbúnaðar ráðgjafar fyrirtæki og Margréti Hauksdóttir forstjóra Þjóðskrár. Komið sæl og velkomin. Sæll og blessaður. Og takk fyrir að koma í þáttinn. Ef ég bara fæ ykkur til þess að byrja á því að aðeins að kynna ykkur sjálf og ykkar verkefni eða það sem að þið að starfa í þessum stafræna heimi, ef þú byrjar, Andri. Já, sjálfsagt. Gaman að vera með ykkur í dag í þessum stafræna fundi. Ég heiti eins og sagði Andri Heiðar og stýri og leiði Stafrænt Ísland sem einingin innan fjármála- og efnahagsráðuneytisins. Við vinnum í stuttu máli að því að bæta stafræn samskipti fólks og fyrirtækja við opinbera, þvert á ráðuneyti og stofnanir hins opinbera. Í svona einföldustu mynd þá segjum við okkar markmið að gera líf fólks einfaldara með stafrænum lausnum. Þetta sparar tíma, þetta eykur hagræði í ríkisrekstrinum og þetta líka umhverfisvænt. Það sparar bílferðir, sendingakostnað, pappír, útprentun og fleiri að þeim túr. Þannig að við erum að vinna með fjölmörgum stofnunum og ráðuneytum að því að gera þessa vegferð ennþá betri. Þannig að það nóg að taka. Ég held við þekkjum þau öll í samskiptum okkar við opinbera. Við erum öll með okkar eigin sögur. Ég geti talað hérna í allan þáttur og mínar eigin sögur, samskipti við opinbera sem gætu verið betri, býð í biðröðum og fleira en ég ætla nú að leyfa öðrum að komast það líka. Já, Margrét, hvað segirðu? Hvernig þetta í okkur í Þjóðskránni? Já, komið sæl og takk fyrir boðið á þennan skemmtilega fund. Þannig að það eru gríðarlega margir málaflokkar hjá Þjóðskrá. Við höldum Þjóðskrána og fasteignaskrána, gefum út vegabréf og ákveðum fasteignamat og brunabótamat. Þannig að snerting almennings við stofnunina alveg þarna nokkuð mörg erindi. Ég myndi giska á að við værum með erindi frá landsmönnum svona 120.000 erindi á ári. Það eru flutningar, lögheimilisflutningar, tilkynningum barna, sambúð, hjúskapur, skilnaðir og eigendur húseigna leita til okkar í ýmiss konar tilvikum. Þannig að við getum sagt, við erum með 100 til 120.000 snertingar, einstaklinga við stofnunina á hverju ári. Hvernig getum við, eins og Andri segir, einfalda líf þeirra? Já, það gott markmið. Hvað segirðu, Þórhildur? Hver ert þú og hvað þitt fyrirtæki sem stafræna heimi? Já, takk fyrir. Ég heiti semst Þórhildur og einn af eigendum Parallel ráðgjafar. En Parallel fyrirtæki sem hjálpar Stafrænu Íslandi og Þjóðskrá og fleiri stofnunum og fyrirtækjum í að framkvæma öll þessi markmið, í að láta þetta verða veruleika að einfalda líf fólks, að bæta skilvirknina í ferlum. Og allt frá því að við erum að hjálpa fyrirtækjum að greina hvað þau þurfa að gera. Það er rosalega margir sem vita að þeir þurfa að gera eitthvað, vita ekki nákvæmlega hvað eða hvernig, velja hvaða verkefni mikilvægast að fara í, hvað hægt að fara í, hvað tæknilega hægt að fara í. Og svo erum við líka í því bara að stýra framkvæmdinni. Og þá erum við að vinna, við erum með samstarfsaðila og undirverktaka sem við erum að vinna með í framkvæmdinni, þá forritara og hönnuði og alla sem þurfa að koma að. Þannig að við erum svona kannski fyrirtæki sem hjálpar fyrirtækjum og stofnunum að framkvæma markmiðin sín. Framkvæma breytingum. Já, en talandi það, Andri, að hvað þarf til þess að þetta gerist? Nú
við Íslendingar mjög framarlega í tæknimálum að við höldum allan að sjálf, við verum fá þannig að þetta er fljótt að breiðast út en jú, þetta var að byrja fyrir COVID sko, og þannig að stjórnvöld setti þetta á markmið og það hlýtur að skipta máli og svo þurfum við stundum svona sparki rassinn eins og COVID svona, hvað er þetta helsta sem þarf til svo að gerist eitthvað í þessum málum, ekki bara tala þetta og vitum þetta sé til? Já, það er nokkur hlutur sem þurfa að koma til og það er rétt hjá þér að það var ég er nú að fagna ársafmæli í mínu starfi núna, bara akkurat í þessari viku og það er margt búið að gerast á þessu ári en það sem að var búið að gera skipti miklu máli. Það var búið að leggja í jarðveginn, ríkisstjórnin var búin að setja sér þessa stefnu að stafræn samskipti yrðu megin samskiptaleið fólks við hið opinbera og þá búið að leggja ofsalega góðum jarðvegi til þess að við getum farið svona hratt af stað eins og við kannski gerðum og brugðumst við núna í þessum heimsfaraldri sem hefur verið að fara yfir. Þannig að það þarf, orðin til alls fyrst, síðan þarf að setja kraftir í hlutina, ríkisstjórnin gerði það svo sannlega, það er gott og það þarf svona samtakamátt líka, við finnum það sem skipt okkur rosalega miklu máli, að þetta mál sem að allir sjá, sérstaklega núna, hversu mikilvægt þetta þverpólitískt, við finnum fyrir miklum meðbyr hjá stofnunum líka, eins og Þjóðskrá sem við erum að vinna mjög náið með og margar fleiri stofnanir sem að hafa virkilega sett þetta á oddinn að taka til og gera mjög vel í sínum stafrænum málum þó að víða hafi margt verið gert vel hingað til en það þurfti að gera ennþá betur. Þannig að svona heilt yfir að þá þetta að þú þarft ákveðið umboð, þú þarft að vera með getuna til að framkvæma sem að við erum komin með núna og þú þarft að vera með þekkingu og fólki til þess að vinna með í þessu samhengi. En út frá þessu, Margrét, hvernig þetta þá fyrir eins og stofnun hjá ykkur? Ekkert mál fyrir ykkur bara að leggja á stað eða mikil tregða meðal starfsfólks eða farið að hugsa peningana eða viljið gera þetta bara eins og þetta hefur verið gert eða hvernig þetta? Já, ég get sagt það að allir starfsmenn eru mjög samtaka í því að sjá ljósið í stafrænni vegferð. Þetta búið að vera þróun í nokkuð mörg ár. Við erum búin að tala að við séum búin að vera með rafræna málsmeðferð og þjónustu frá árinu 2011-12 en hún hefur þróast. Ef við tek dæmi, tilkynningum lögheimili, það var hægt að nálgast eyðublaðið rafrænt á vefnum okkar, fyrst að prenta það út og senda það með posti, síðan gastu fylgt það út á vefnum, þú ert að hlaða niður tölvunniðinni og senda það í gegnum Ísland.is og starfsmaður skráði svo breytinguna í Þjóðskrá eftir þessu rafræna eyðublaði. Í dag erum við komin á þann stað að þú, Vilhjálmur, skráir á vefnum hjá Þjóðskrá þá ætlar að breyta lögheimilinu og þá komin sjálfvirkni. Þegar þú fyllir út eyðublaðið, þá ert þú sjálfur að skrá nýtt heimilisfang í Þjóðskrá. Þannig að breytingin hún tekur gildi og komin í Þjóðskrá að sama augabragði þú ýtir á send á eyðublaðið. Þannig að það þessi sjálfvirkni sem við viljum ná og þetta skráist ekki nýtt lögheimili nema öllum skilyrðum uppfylltum í kerfinu og þetta náttúrulega við verðum líka að taka með að því að þetta spara fólk í sporinu þurfi ekki að fara með eyðublaðið en það er líka hvað lífið verður mikið einfaldara þegar svona tilkynningar gerast á augabragði og ég veit að Andri getur sagt frá frábæru verkefni sem við vinnum saman að rafræna þinglýsingar þar sem við erum að ná sjálfvirkninu á augabragði. Já, ég væri gaman að heyra aðeins betur frá því kannski aðeins eftir en gott dæmi þetta, ég á nú svona reynslusögu sjálfur, ég kom einu svona ég held að ég farið í Þjóðskrá að sækja fæðingavottorð og ég kom og mætti á staðinn og óska eftir fæðingavottorðinu, já, og borgaði einhver pening þarna og alltaf svo bara bíða eftir því, nei sko þú færði það í pósti, ég var komin á staðinn og horfði á tölvuna sem var með því en ég gat ekki fengið það sko, þannig að nú þetta alltaf orðið rafrænt ef ég skilja. Ef ég má kannski útskýra þetta, þá það þannig að það var ekki hægt. Kerfin voru ekki taktilega eða nútímalega, það væri hægt að prenta það út. Þetta þurfti að það var öll fæðingavottorð var handnýtt að búa það sérstaklega til. En í dag, þá erum við komin sem betur fyrir allt annars stað. Þá prenta þú
vottorðið á vefnum, greiðir fyrir það og þú finnur það innan nokkura mínútna í pósthólfinu á island.is með rafrænt undirrit. En hvað segir... Já, að þú nefnir og Margrét segir að starfsfólki sé mikilvægt og til í þetta, en það eitt af grundvöllum atriðum að mínum að í þessari stafrænu vegferð. Jú, þetta þarftu fjármagnið og fólki til að vinna þetta, en fyrirtækið og stofnunin þarf að vera all in og starfsfólki þarf að vera með bæinn og vera til í að breyta, af því að störfin þeirra eru að breytast. Þannig að ef það ekki meðbyr, þá gengur þetta ekki upp. Þetta eitt af lykilatriðunum. Að starfsmennir séu til. En sko, þá kannski 20 í þessu, sko, að þetta kostar eitthvað startkostnað, sko, þannig að það getur verið svolítið vont fyrir stofnunum að segja, herðu, ég á ekki pening, mér langar alveg að gera þetta en ég á ekki pening til þess, það annað, og svo hitt að starfsfólki hrætt það fækki störfunum hjá stofnuninni, þannig að það verður óþarft, sko, það búið að vinna þarna og bara líður vel, svo kemur bara einhver tölva og sér vinnuna fyrir það, sko, veist. Ekki þetta tvent svona áhættu þættirnir í þessu? Jú, heldur betur, ég skal skjóta inn á þetta. Jú, þetta klárlega rétt hjá þér, báðir punktur. Fyrsta lagi var þetta fjármögnuna, að það oft kúfur, það kostar að fjárfestar, alveg svo við þekkjum það bara í vegakerfinu. Það kúfur þegar þú ætlar að fjárfesta í nýrri Sundabrú eða nýjum göngum. Ávinningurinn kemur síðan á lengri tíma í kjölfarið og það henni alveg sama sem á við í tækniheiminum þegar verið að fara í svona stærri verkefni. Þannig að þess vegna held ég að ríkisstjórnin hafi gert mjög vel í því núna að setja auki fjármagn í þessi verkefni. Þess vegna líka Stafrænt Ísland, við förum og vinnum með þessum stofnunum. Oft til þess að vinna með þeim og komum inn með tæknifólk úr atvinnulífinu eins og Parallel og mörg fleiri, við erum að vinna með á annan tugum upplýsingatækni fyrirtækja, allt frá litlum og stórum og getum þannig hjálpað stofnunum að komast yfir þennan tæknikúf sem að stundu þarf í byrjun. En síðan líka varðandi fólkinu, þá það alveg hárrétt. Það jafnvel þó að við finnum að það vilja allir fara í þessa stafrænu vegferð, að þá finnst fólki erfitt að vera að breyta sínustörfum. Það segja ekkert allir beint út, en við þekkjum öll umræðana fjórðu uppbyltinguna og störfin okkar að fara og breytast og svo framvegis. Og það vissulega rétt, störfin að breytast. Við erum ekki lengur við viljum ekki vera að borga ríkisstarfsmönnum fyrir það að vera að pikka inn upplýsingar ef að tölva getur gert þetta á einni sekúndu. Við viljum hins vegar vera að nýta þessa þekkingu fólksins í það veita betur þjónustu. Það fullt af málum, bara nefnum dæmi sýslumanna, þeir oft nefndir í þessari umræðu, oft langa biðraðar og fleira sem hefur verið að gera mjög góða skör í að breyta. Það bara fullt af mannlegum málum þar sem við þurfum að fría tíma fólks úr handverkum Íslandi yfir það að geta sinnt erfiðu mannlegum málum sem þurfa mannlega aðkomu. Skilnaðarmál, fjölskyldumál, dánarbú og allt þetta. Þarna hluti sem að tölvan getur ekki komið að og leyst. Þannig ég segi við erum ekki að taka störfinu út, við erum að breyta þeim og við erum að veita kannski betri þjónustu, hraðari þjónustu fyrir sama jafnvel minna fjármagn heldur en hefur verið gert áður. Þú lítur ekki að tekja undir þetta, Margrét, að nú kannski í staðinn fyrir að fólk sé í vörð að búa til fæðingarvottorð fyrir mig og þá það kannski að vinna einmitt að einhverjum mikilvægri málum þó að sé kannski sama fólki, sko. Já, og það má eiginlega segja sko að skráningafólk hjá mér hafi farið í önnur verkefni sem voru nýjar þarfir í þjóðfélaginu, því að ég get til að mynda sagt ykkur það að þegar það losnaði tíma hjá skráningafólki þá kom þörf á að hafa upplýsingar forsjá í þjóðskrá sem hafði aldrei verið skráðar. Það tekur nú dálítið tíma að finna upplýsingar forsjá og skrá forsjá 90.000 barna undir 18 ára aldri. Þannig að þá getum við farið í átaksverkefni að koma nýjum upplýsingum sem þjóðfélag kallar á að geta fengið aðgang að. Og líka með fullt nafn. Nú fullt nafn allra Íslendinga skráð í þjóðskrá. Það var átaksverkefni til 3-4 ára og það engin takmörk hvað nafnið tekur mörg stafabil. Þannig að ég held að lengsta nafni þjóðskrá sem 57 stafi. Vá.
Þannig að við komum umbótum þegar losnar tíma með stafrænni þjónustu og sjálfvirkni. Þannig að þessi nýsköpun búin að gera það að nýsköpunarráðherrann getur haft fullt nafn í þjóðskrá. Aldeilis. En Þórhildur, sko, við erum að nú erum við að tala stafrænt Ísland sem þá á vegum ríkisins og svo þetta stofnanir. Þá oftast bara eitthvað ríkisfyrirtæki og ríkisstarfsmenn sem sjá þetta. Hvernig lítur þetta út, þetta verkefni frá hendi ykkur, einkafyrirtækisins út í bæ? Já, sko, svona utanfrá gæti maður kannski haldið að ríkið myndi hreyfa sig eitthvað hægt og þetta væri þunglamalegt og erfitt. Það svona, einhverjir eru alveg, gætu haldið það, en ég var samt að segja að núna, allavega síðasta árið, þá hefur hraðinn alveg aukist rosalega og mér finnst bara að það orðið svo mikið meðvituð þessa stafrænu umbreytingu og stofnanir eru farin að sjá svo mikinn ávinning í þessu að það er meira kannski að það ekki alveg haft undan í allt sem þeim langar að gera. Og auðvitað eru alls konar veggir og alls konar hindranir og það þarf að gera eitthvað sem ekki hægt og þessi upptekin og bara eins og gengur og gerist í öllum verkefnum. En svona almennt myndi ég segja að þetta ótrúlega kvikt umhverfi og ekkert eitthvað hægara eða þunglamalegra en bara í stórum fyrirtækjum á einkamarkaði. Og gott aðgengi fyrir fyrirtæki eins og þitt til að koma og fá að taka þátt í þessu verkefni ríkisins? Það náttúrulega snýst allt útboð og eins og Parallel tók þátt í útboði Stafrænt Íslands á síðasta ári og aðili að rammasamning Stafrænt Íslands. Það auðvitað heilmikil vinna að taka þátt í svona útboði, þannig að það alveg nokkur kvöld og nokkrar helgar en svo sem þess virði líka. Ég var að skjóta inn í sko. Þetta alveg svolítið ný nálgun hjá okkur. Þetta verið svolítið þannig, kannski hingað til í hugbúnaðargerð hjá Opera. Það verið að fara í eitt verkefni. Það verið að skilgreina allt verkefni í heild sinni og rosa mikil rekistefnu hvernig verkefni að vera. En við sem höfum unnið í hugbúnaðarþróun allan okkar starfstöður, við vitum að þetta miklu meira kvik. Þú gerir einhverja frumgerð, þú prófar hana með viðskiptavinum, þú ýtir hana, þú veist ekki nákvæmlega fyrirfram hvað þú ætlar að gera, hvernig lausnin lítur út. Þannig að við þurfum að fara í svona nýja tegund útboðurinni, þar sem við fórum í þverfaglegt teymisútboð. Það sem í stað þess að segja við ætlum að fara í eitt ákveðið verkefni og langt útboðsferli og segja við ætlum að fara í töluvert stóra vegferð með mörgum samstarfsaðilum. Tókum inn 18 teymi þverfaglega, allt frá pínlitlum fyrirtækjum yfir í stærstu hugbúnaðarfyrirtæki landsins og síðan vinnum við jafnt og þétt í svona kviku hugbúnaðarþróunarferli með þessum fyrirtækjum. Og það ótrúlega mikilvægt fyrir okkur að passa upp á það held ég að það verði ekki mikið overhead ef við má sletta á yfirbygging og þetta verði ekkert allt festist hjá ríkinu. Við erum að opna allan hugbúnaðinn, þannig að hugbúnaðurinn, við erum að nota sameiginlega fjármuni okkar allra í þessu vegferð. Þannig að einkafyrirtæki, þannig að háskólar og einstaklingar geti samnýtt þennan hugbúnað og síðan þá ýtir þetta nýsköpun vegna þess að við erum að reyna að opna öll gögnin, við erum að opna hugbúnaðarlausnirnar. Þannig að við sjáum einkafyrirtækin í auknum mæli fara að byggja á lausnir ofan á þetta. Það má líka þessu kannski við eins og við þekkjum öll bara við erum á Facebook. Við þekkjum það að Facebook búin að byggja þetta sem kallað plattform. Síðan eru fullt af fyrirtæki sem byggja alls konar lausnir upp og fleira ofan á Facebook til þess að auka virði. Og ég sé fyrir mig nákvæmlega sömu þróun hjá Opera. Við erum að búa til plattform. Við erum að opna gögn, opna vefþjónustur og síðan geta einkaaðilarnir og einstaklingar komið og byggt virðisaukakenndar lausnir. Þannig að alveg svo, nú stutt ég það í bankakerfinu og ég geti veitt hverju sem aðgang að upplýsingum hjá öðrum bankum, þannig að einhver geti tekið alla bankana og búið leitt sameiginlegan heimabanka. Ég sé fyrir mig svipaða framtíð í Opera þar sem að ég get ákveðið að veita einhverjum aðila aðgang að mínum skattgögnum eða menntagögnum eða heilbrigðisgögnum. Nú sá aðili getur síðan búið til einhverja frábæra lausn ofan á þetta til þess að veita betri þjónustu og birta upplýsingar og fleiri af þeim túr. Þetta alltaf snýst allt upplýst samþykki en þetta framtíðarsýn sem við sjáum fyrir okkur. Já, ekki fullt af svona skrám hjá þér, Margrét, sem að opin gögn og svo náttúrulega með allt íbúðarhúsnæðið og þannig og bara allt húsnæði, fasteignir og annað slíkt og svo náttúrulega
hver fólk býr og allt þetta getur skipt miklu máli við varandi bara áætlanagerð og allskyns nýsköpun og svo líka við oft talað ökutækjaskrá. Það bara hamlandi hvað það dýrt að flétta upp í henni og það borgast á samgöngustofu, einhver ríkisstofnun sem er löngu búið að búa til kerfið og eitthvað svona, sko. Sér ekki mikilvæga framtíð fyrir þessu? Jú, þetta náttúrulega sjónarmið sem við bæði Andri tölum fyrir að gögn verða verðmætari með aukinni notkun. Og hvernig komum við gögnum í aukna notkun? Það eru grunnupplýsingar og fasteignaskrá sem hafa verið gjaldfrjálsar fyrir almenning síðan 2004-2005. En það sem til að mynda mig langar að nefna sem gagnast til dæmis kaupendum og seljendum fasteigna, að það til dæmis búið að vera á heimasíðunni hjá okkur fasteigna verðsjár og þær eru þá annars vegar fyrir, og þar getur þú sett bara inn þarna klæðskeraskynna fyrirspurn eftir og til dæmis sveitarfélag, stærð, eignar, hverfi og slikt. Og þá fyrirspurnin, hún leitar í kaupsamningum og gefur þér upplýsingar meðalverð og hæstaverð og lægstaverð og það er hægt að skoða þessar upplýsingar út frá á marga vegu og það er til ein versja fyrir kaupverð fasteigna, önnur versja fyrir leiguverð íbúðarhúsnæðis, þriðja versjón fyrir kaupverð sumarhúsa. Og þetta er kannski hlutur sem við höfum ekki verið nægilega duglega að kynna, en ég tek það fram að hlutverk Þjóðskrár hvað varðar fasteignamarkaðinn er að segja söguna. Við byggjum allar okkar upplýsingar á kaupsamningum og segjum söguna en svo það greiningardeildir bankanna og aðrir sem búa til sínar spár. Akkurat. En það líka annað sem að hugsa í þessu að þegar við komið með svona mikla stafræna söfnun og upplýsingum, þá ekki auðveldara að búa til svona meiri gæðakerfi og upplýsingar og statistik ég bara hugsa heilbrigðiskerfi, sko. Mér finnst nú vanta bara gæðakerfi allstaðar í heilbrigðiskerfinu. Það kannski fullt af sjúkdómum hér sem ekkert meðhöndlaðir hér og það bara einhvern veginn fer undir radarinn og annað slíkt, sko. Ekki endalaust tækifæri þannig? Jú, ég held að sé ekki spurning að leið og opna gögnin, að þá líka finnur fólk hugmyndir, hvernig þetta að nýta hlutina betur, tekur eftir einhverju, veitir okkur öllum aðhald sem að vinnum í stjórnkerfinu og fer að spyrja spurninga. Það rosalega gott. Það hjálpar til við að leysa á hlutunum og oft þetta ekki þannig, allavega mín reynsla af hlutunum að það vilja allir gríðarlega vel. Oft það einmitt kannski bara þannig að einhver hlutur hefur verið svona í 20 ár og enginn hefur spurt spurningana og svona heldur einhvern veginn áfram. Þannig að það þarf oft þetta bara að opna gögnin og þá sér ykkur, af hverju þetta svona. Svo þegar menn velta þau upp þá segja maður, jú, við skulum breyta þessu. Þetta kannski var skiljanlegt fyrir 20 árum en það ekki lengur í dag. Líka bara ýta gögnunum meira sjálfvirkt að. Stjórnvalda. Því að það eru sko mikið og þétt samstarf til að mynda við Tölfræðistofnun Íslands sem Hagstofan og Seðlabankann og það er hægt að fá alls kyns lýðfræðilegar upplýsingar úr Þjóðskrá og náttúrulega hvað varðar eignamyndun og fasteignaskrá og fasteignamati en þetta við þurfum líka, held ég, að huga að samstarfi stjórnvalda betur. Mér finnst ég stundum vera oftar kölluð í samstarf erlendis frá heldur innanlands. Já, það þessi samskipti á milli sílóanna. Hvað segir Þórhildur? Þú ætlaðir að koma inn á þetta með gögnin? Já, bara með gögnin að ýta þeim að fólkinu. Það svolítið í dag að allir þurfa svolítið að vita sjálfur hvar eru skráð, hvar eru upplýsingarnir, hvað réttinda á ég rétt á. Þú veist, núna það tækifæri að ýta þessu meira að fólki, að þú bara getur séð inn á Ísland.is eða hvar sem það bara öll þín réttindi, allt sem þú ert með, allt sem þú getur gert. Að gögnin þau eru svo verðmæt, þau eru verða verðmætari og verðmætari og við getum nýtt þau betur og betur og búið til betri þjónustu með þessum gögnum. Það kannski eins og Margrét að segja, Andri, sko,
og það báðar sko að Ísland.is einmitt svolítið í þessu sko að safna gögnunum saman á eitt staðinn og þurfur ekki að fara inn á sitthvern staðinn sko. Já, það má kannski enn réttar að segja að við miðlum gögnum. Við höldum ekki utan gögnin, það einmitt eins og Þjóðskrá og aðrar stofnanir sem halda utan sín grunngögn gera það vel því að við getum aldrei sem rekum Ísland.is aldrei verið sérfræðingar í öllum. Þetta svo mikið af gögnum, ferlum og málum. Þannig að þess vegna mikilvægt að hafa það að sko grunnskrátarkerfin eru haldið utan hjá stofnunum en við einmitt hjálpum að miðla þessu stað. Þannig að fyrir notandann sem að veit ekkert alltaf til hvað stofnunar hann á að leita og það og nennir ekki að fara inn á 170 vefsíður hjá stofnunum, það 170 stofnunir, að þá ertu með þarna einn glugga, einn inngang þar sem þú fengir allar upplýsingar á einu stað. Þannig að við erum að miðla þessum upplýsingum og hjálpa stofnunum að veita sína þjónustu betur. Það mikilvægt að gera þann greinarmun því að við erum ekki að veita þjónustuna, heldur við erum að miðla, við erum að hjálpa stofnunum að veita sína þjónustu og klára þessi ferli og hjálpa fólkinu í landinu að komast beint að efninu. En Margrét, hefur þið séð nú þegar einhverja hagræðingu, ertu farin að finna fyrir það í rekstri á þinni stofnun að það orðið ódýrari að reka hana eftir að þessar tæknilausnir komu? Já, neitanlega, póstbirgðagjöld til að mynda. Þannig ég veit ekki eitt dæmi, þannig að árlega stofnunin skyld að senda öllum fasteignaeigendunum tilkynningu nýtt fasteignamat. Það endurreiknað við endurmetið einu svona ári. Þetta eru 173.000 tilkynningar. Og þetta þarf að gera árlega. En frá árinu 2011 þá höfum við birt þessa árlegu tilkynningu í pósthólfinu á Ísland.is en Þjóðskrá Íslands, hún rak Ísland.is til ársins 2018. Þannig að við gátum verið með okkar verkefni og verið svona með þróunar verkefni á Ísland.is og pröfa það okkar verkefni þar fyrst. Og í dag kostar prentun, kostnaður og póstbirgðagjöld að bilum við 20-30 milljónir fyrir 173.000 tilkynningar. Já, það töluvert. En Þórhildur, hvernig eru stofnanir að leita beint til ykkar eða fer það allt í gegnum andra eða og það fer mest í gegnum andra sko. Það kanallinn og sem bara frábært en auðvitað líka alveg leitað beint til okkar í einhverjum tilfellum en svona stærstu verkefni kom í gegnum Stafrænt Ísland. Já, en sveitarfélögin þau eitthvað fann til? Já, sveitarfélögin alveg aðeins að banka og það mikil tækifæri þar. 170 stofnanir en 70 sveitarfélög, þannig að það alveg tækifæri þar sem þurfa öll að bjóða upp á sömu þjónustu. En það sem ég langar aðeins að koma inn Já, gjörðu svo vel. Já, það sem ég langar að koma inn á líka varðandi þetta samstarfi í ríkið og þetta, það sem áhugavert og talar hvort það sé kvikt umhverfi og svona, að við erum rosalega oft í þessum stafrænu verkefnum, þá erum við að vinna við hliðin á bara lagaumhverfinu og við erum rosalega oft með lögfræðingarna með og hvernig lögin eru skrifuð og það svolítið áhugavert að í verkefnunum það kemur mjög oft upp að lögin eru mjög gömul og þá þurfa að gera lagabreytingu og það svolítið svona skemmtilegt svona hliðarverkun í þessu að það verið ekki bara verið að uppfæra tæknilausnir og gera þær betri, heldur það verið að uppfæra lögin líka. Þetta mjög áhugaverður punktur fyrir mig, lögfræðingin og sittandi hér á löggjafarsamkundinni, að hægt að gera þetta eitthvað almennt. Hafið þið séð það að sko, eitt dæmi þetta að það búið að gera varðandi persónuvernd og Ísland.is rafræn skilríki eitthvað og svo allar einhver að bjóða upp á sálfræðiþjónustu á netinu að þá þarf einhvern landlæknisembættið og heilbrigðisráðuneytið að fara gegnum þetta allt aftur. En það búið að gera þetta fyrir bankana, það búið að gera þetta fyrir ökutækin. Af hverju þarf að gera þetta allt upp á nýtt þarna? Getum við einhvern veginn stytt okkur leið og gert þetta almennt? Já, það lykilatriði að gera þetta almennt. Og þetta vill oft vera þannig með nýja tækni. Það einhver sem ríður á vaðið og þess vegna gerist þetta svona einstöku stað fyrst. Og svo áttar fólk að sjá á því að þetta auðvitað
ætlum að gera þetta fyrir alla og þá þarf að stíga aftur kannski eitt skref tilbaka og spyrja, hvernig gerum við þetta heilt yfir þannig að allir njóti ágóðans. Og bara þetta sem að Margrét nefnir áðan var þetta útsending á fasteignagjöldum, frábært dæmi. Þjóðskrá má segja reið á vaðið með þetta að senda þarna í gegnum pósthólfið. Við erum síðan núna og fjármálaráðherra og það er búið að fara núna í samráðsgátt með drög að lögum stafrænt pósthólf. Og þar er í rauninni einmitt að draga lærdóminn af þessu svona frumkvæði sem að gekk mjög vel og gera það almennt, skilgreina reglurnar betur heldur en þær voru kannski áður og taka allan vafa það að stofnanir ef þær kjósa að senda gögn með rafrænum hætti í stað þess að þurfa alltaf að fara í bréfpóstinn og inn bréfalúguna á lögheimili. Og þannig verður að gera þetta líka mikilvægt að hugsa það þannig að fyrir mér er þetta alltaf þannig að notandinn á svolítið að velja. Reynslan hefur sýnt okkur að langflestir velja stafrænar lausnir. Ef að fólk vill, og tölum líka minnihlutahópa og fleiri, eldra fólki sem ekki kannski með snjalltækin, öll þessi þjónusta þarf að vera til hendi líka í þjóðfélaginu í dag í gegnum mannleg samskipti og pappír ef að fólk kýs það. En við þekkjum bara dæmin það til að mynda skattframtalanir. Það kýs engin lengur í dag að skila því á pappír vegna þess að við erum búin að venjast í að gera það stafrænt. Ég held að þetta sé svona dæmi sem er mikilvægt að skoða þetta heilt yfir og vonandi verður þetta lagt fyrir. Nú hendi ég boltanum yfir til ykkar í stjórnmálavegin að taka þetta áfram og skerpa á þetta því að lögin þurfa að vera í takti við þetta. Ég til þetta en þetta er góður punktur sem kemur inn á með einmitt eldra fólk og vissa minnihlutahópa. Hvernig gengur það og hvað getum við gert í þessu? Það gengur ágætlega. Auðvitað er margt sem ennþá má gera betur. Það er sérstaklega þegar maður reyna að læra inn á þennan nýja kannski veruleika. Ég meina margir bara á þessu síðasta ári eru búin að læra ótrúlega mikið á tækninni. Ég meina ég hef verið í trekki í vídeósamtölum við ömmu mína sem að ég hef ekki dreymt fyrir rúma ári síðan. Þannig að fólk er að taka þessu tækni miklu hraðar heldur en að við kannski sáum fyrir. Og það gengur ágætlega. Við erum að vinna í málum eins og umboðskerfum, þannig að líka til eldra fólki og minnihlutahóparnir geti fengið einfaldlega fjölskylduvini, fólk sem er að styðja það almennt í lífinu til þess að hjálpa sér með þessi mál með skýru rafrænu umboði og svo má áfram telja. Þannig að við erum að taka smá skref en við gleypum ekki allan fílinn í einu bita, þannig að við verum svona aðeins að vera þolinmóð og koma þessu á endanlegan stað. Já. Það er líka svolítið lykillinn í þessum stafrænu ferlum að vera með, þú þarft alltaf einhvers staðar einhvern mannlega feril til að styðja. Það er eitthvað þjónustuver einhvers staðar sem hægt að hringja einhvern tímann. Það er kannski ákveðinn hópur sem velur það. Það er bara, það getur ekki allir verið eins, við megum ekki gleyma því og það gerir þetta svo skemmtilegt. Þetta er búið mjög fróðlegt og skemmtilegt. Mér langar samt svona í lokin að fá svona frá okkur einhverju lokaorð svona, hvað er framundan? Hvað er það mest spennandi tækifæri eða hvað er að gerast næst og þið nefndu þinglýsingarnar áðan og svona, Hvað er handan við hornið þú byrjar bara, Andri? Já, sjálfsagt. Það er ansi margt. Það er langur verkefnislista handan við hornið. Þinglýsingarnar er eitt af því. Við vorum að tilkynna aflýsingar núna daginn sem er frábært fyrsta skref og þannig það er risaverkefni. Við erum líka núna á næstu vikum gerir ég ráð fyrir að opna stafrænar umsóknir fyrir fæðingarorlof. Við erum að halda áfram þessari vegferð sem við hófum í fyrra með stafrænu ökuskírteinin og fleiri stafræn skírteini. Við fórum með vinnuvélaskírteini loft núna nýlega. Við erum síðan að fara með skotvopnaleyfi og fleira í ár og mörg svona fleiri skilríki og skírteini sem við stefnum á því að setja í loftið stafrænan hátt. Og svo mátti áfram telja. Við erum að vinna líka með fjölmörgum stofnunum, sýslumönnum, stafvæða, þá betur, sjúkratryggingar, tryggingastofnun og ég get nánast farið niður listan af stofnunum sem við erum að vinna með í mismiklum mæli og eru komnar svona kannski mislangt í sinni stafrænu vegferð. En það er af ótrúlega miklum fjölda að taka og kannski lokum að nefna appið. Við ætlum að hjálpa þeir að fá Ísland.is og allan þessa þjónustu í vasann. Þannig að við erum núna á vormánuðum fyrir sumarið
koma með Ísland.is appi þannig að þú getur fengið til dæmis bara tilkynningar. Þegar að fasteignagjöldin koma þá getur þú fengið bara tilkynningu og skoða þau í símanum, hvar sem hvernig sem Þannig að það eru ennþá fjölmörg verkefni á teikniborðinu og þau eiginlega hlaðast inn hraðar heldur en að okkur tekst að leysa það. Ég hlakka til. Hvað segir þú, Margrét? Ég segi það að það gríðarlega langþráður draumur að þetta ár er ár innleiðingar rafrænna þinglýsinga. Þetta búið að vera að vinna lengi og þau eru búin að gera heljartak í þessu verkefni, Þórhildur og Andri og fleiri og við komum að þessu vegna sem við höldum fasteignaskrá og höfum verið verkefni frá upphafi. Það hefur verið ekki fjármagnað og svo í rauninni þarf bara gríðarlega góða sérfræðinga marga til að koma að því. Þannig að ég myndi segja að þetta er eitt stærsta svona umbóta verkefni og flóknasta sem ég hef kynnst. Síðan er framundan, skal ég segja þér, svona meiri sjálfvirkni þá í þjónustuverinu. Við settum í loftið snjallmenni núna í október og ætlum að bæta upplýsingar í þann banka og hafa á fleiri tungumálum. Það er kannski stóra markmiðið. Við vorum einmitt í stefnumótun og vinnu þarna starfsmenn Þjóðskrár á síðan föstudag og höfum starfstað að við höfum pappírslaust ár 2025 og það heyrðist líka nefnt í hópi starfsmanna og það á ekki vera þörf á afgreiðslu. Getum við séð það fyrir okkur og það verði ekki þörf á afgreiðslu 2025 en í dag koma það byrj 200 manns til okkar reyndar til þess að sanna á sér deili sem er að flytja til landsins, það er skylda að koma í einn persónu að hluta því en þetta hlutirnir geta gert svo hratt, það er árið COVID-árið búin að sýna og sanna. Já, það er alveg að taka margt gott út úr COVID og margt langt líka. Hvað segir Þórhildur? Hvernig krykkar kúlan þín? Við ætlum að halda áfram að framkvæma. Það er það sem er ákveðið. Og bara núna á þessu ári þá við erum þáttakendur í þessu rafrænu þinglýsingaverkefni og það er auðvitað risastórt og flókið en komnir alveg stórir sigrar eins og Andri nefnir, aflýsingar eru komnir og fyrstu bankarnir farnir að aflýsa. Næst eru það bara veðskuldabréfin að þau verða líka rafræn. En svo erum við líka bara að halda áfram að hjálpa fyrirtækjum og stofnunum að byrja. Það er ekkert allir komnir af stað og það þarf að líka byrja vegferðina og ákveða hvernig maður ætlar að gera þetta og hvað er fyrst og taka þessu fyrstu skref. Þannig að við munum bara halda áfram með því. Við munum fá vikulega fréttir einhverju nýjum tæknilausnum, þetta heldur svona áfram. Þannig að ég þakka kærlega fyrir þetta og við hvetjum bara alla þessara duglega að skrifa inn á, að heimsækja Ísland.is og senda ykkur reynslusögur eða vandamálasögur sem er rétt að leysa. Og einnig hvet ég alla til þess að fylgjast með þessum þáttum áfram og líka síðuna minna, Vilhjálmur Árnason á Facebook og þakka Andra Stein Hilmarsinni sem stýrir þessari útsendingu fyrir aðstoðina. Þannig við sjáumst bara hér á viku í liðinu og þakka ykkur kærlega fyrir komin og góðar upplýsingar. Takk fyrir. Takk.